Jæja. Kæru vinir, góðir sjálfstæðismenn, allir að finna sér sæti, gaman að sjá hvað margir eru komnir hingað í dag og verið hjartanlega velkomin á þennan, fjölmennasta flokksársfund okkar sjálfstæðismanna frá upphafi. Þetta er kjarninn í flokknum okkar, fólkið sem markar stefnuna milli landsfunda og er í lykilhlutverki fólk á öllum aldri, úr öllum landshlutum, starfsgreinum og stéttum. Og ég vil svona sérstaklega þakka þeim fyrir að koma sem að lögðu á sig langt ferðalag til að taka þátt í fundinum. Takk fyrir að gera það og vera með okkur hér í dag. Áður en lengra er haldið, þetta fer nú að vera fastur liður hjá mér, Salóme Þorkelsdóttir er elst hér í dag, 97 ára. Og við skulum líka klappa fyrir fyrrverandi formanni sem er hér beint fyrir fram að mig með henni Ingu, Jónu, Geir og Inga, gaman að sjá ykkur. Ég hef ekki séð öll andlitin í salnum en ég sá fyrrverandi varaformann hér frammi, Friðrik Sófusson, gaman að sjá þig. Sá sem er yngstur hér skráður, Hermann Borgar Jakobsson úr Reykjanesbæ. 18 ára. En litla stelpan sem var að skríða hérna á sviðuna áðan, hún, Katrín Birna, hún er nú líklega svo allra yngsta hérna í dag. Hún er næstum eins árs. Þetta er frábær hópur að vanda. Kæru vinir, við skulum ræða fyrst hér það sem allir eru að hugsa um. Fylgi flokksins, eins og það mælist í skoðanakönnunum. Enginn ber meiri ábyrgð á því en ég sem formaður flokksins, þetta er alveg skýrt og sjálfsagt. Við látum skoðanakannanir ekki stjórna störfum okkar ef við leiðum þær heldur ekki hjá okkur eða reynum að gera lítið úr þeim. Fylgið hefur lækkað, fylgið er óviðunandi og við því verður að bregðast. Kannanir eru hins vegar ekki forlög eða óumflýjanleg niðurstaða, það sanna dæmin, síðast í sumar í forsetakosningunum að skoðanakannanir gefa vísbendingu stöðuna á einum tímapunkti, en það eru ekki ávísun á niðurstöðu í kosningum. Og ég lít svo á að staðan sé opin. En við vitum öll að það gerist ekkert af sjálfu sér. Spurningin er þessi: hvernig ætlum við sjálfstæðismenn að bregðast við þessari stöðu? Hvað gera íþróttalið sem mæta mótbyr og gangi gegnum erfið tímabil? Við leggjumst ekki flöt á völlinn og bendum fingrum, við snúum bökum saman og náum tökum á stöðunni. Allt byrjar á því. Án þess gerist heldur ekki neitt. Því sundurleitur ósamstæður hópur nær aldrei neinum árangri. Það vitnar nú stjórnmálasaga vinstriflokkanna á Íslandi. Ég heyri sagt að ríkisstjórnarsamstarfið skaði flokkinn, að við komum málum okkur ekki á framfæri og ég skil hvað átt er við. Rifjum þó upp að fyrir síðustu kosningar sögðu þessir þrír flokkar að þeir stefndu að því að halda áfram samvinnu sinni fengjur til þess umboð og eftir því var hreinlega kallað í samfélaginu. Stjórnarandstaðan var í molum. Enda kom það upp úr kössunum að við fengum flest atkvæði enn og aftur, skýrt umboð og við tókum áframhaldandi ábyrgð á stjórn landsins í samstarfi þessara flokka.
Ég mat það svo eftir þessar kosningar og aftur reyndar í vor að það væri engin raunhæfur valkostur við þessa ríkisstjórn og ég stend með þeirri ákvörðun. Í slíku samstarfi hlaupumst við Sjálfstæðismenn ekki undan merkjum þótt á móti blási og það vakti athygli mína í samráðskönnun okkar sem að skrifstofan sendi út og mörg ykkar tóku þátt. Á 4.000 Sjálfstæðismenn svöruðu að 80% sögðu mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn sæti í ríkisstjórn. Það eru ekkert annað en draumórar að halda að við getum setið í ríkisstjórn án málamiðlana. Hér hefur aldrei verið einsflokks ríkisstjórn og stefna einsflokks hefur aldrei ráðið allri ferðinni. Þeir sem engan afslátt hyggjast gefa af sínum ýtrustu kröfum verða einfaldlega ekki stjórntækir. Það getur verið þægileg tilhugsun, þægilegt fyrir hugmyndafræðilegt hreinlífi að vera utan stjórna og þurfi ekki að hlusta á neitt nema hina einu réttu línu. En við erum ekki að leita þægilegri innivinnu. Við ætlum að gera eins mikið gagn fyrir Ísland og við höfum afl til á hverjum tíma. Ríkisstjórnir með Sjálfstæðisflokknum eru einfaldlega betri ríkisstjórnir fyrir íslenskan almennings en án hans. Og málið nú ekki mikið flóknara en svo að því meiri sem að við saman stuðning sækjum hjá fólkinu í landinu, öflum Sjálfstæðisflokknum, því færri málamiðlanir þarf að gera. Þetta verkefni okkar. Kæru vinir, ég heyri að það lífleg umræða í spjallþáttum næstu ríkisstjórn. Þar eru allir sófasérfræðingar landsins dregnir fram til að spá í spilin. Hvað sem spekingarnir spjalla, þá ljóst að án Sjálfstæðisflokksins mun taka við vinstristjórn. Ég heyri reyndar formann Miðflokksins af og til segja okkur reka hér vinstristjórn. Ég verð að segja, ég get ekki annað en brosað að þessu. Og sumir lýsa honum sem miklum hægri manni, formanni Miðflokksins og, takk eftir, Miðflokksins og fyrirverandi formanni Framsóknarflokksins. Við unnum saman á sínum tíma. Hann kom aldrei hægra megin að mér með nokkurt einasta mál, en það fór vel á með okkur. Við náðum góðum árangri saman, fundum lausnir og hann getur verið hnyttinn, hann getur verið fyndinn, stundum virkar hann sérvitur, borðar hrátt hakk, hefur gaman að gömlum hlutum. Ég held í alvörunni að trúi því að hann hafi fæðst í húsi sem hann sjálfur byggði eftir skissum eftir Guðjón Samúelsson. Ég sé líka að Kristrún farin að mynda næstu stjórn eins og maður upplifir þetta svona fjarlægt eins og fólk sé að spila eitthvað borðspil. Daginn sá hún eftirfarandi og þetta orðrétt. Það þarf eitthvað mikið að gerast í Sjálfstæðisflokknum til þess að við yrðum ekki í rauninni sett í þá stöðu að yfirgefa okkar stóru málaflokka ef ég alveg hreinskilinn við ykkur. Ég hef samt líka sagt það að ef það myndu verða einhverjar stórkostlegar breytingar í Sjálfstæðisflokknum sem myndu gera það að verkum að þeim myndi finnast allt frábært sem ég var að segja í grundvallaratriðum og gæti stutt það, þá væri það grundvallarbreyting. Þetta nokkuð skarplega athugað, verð ég að segja. Ég held þetta sé ekki að fara að gerast. Getur kannski bara hætt að hugsa þetta. Kæru vinir, við eigum óhikað að benda á okkar góðu verk á þessu kjörtímabili og síðan að við tókum sæti í ríkisstjórn. Þau eru til vitnis árangur af stefnu okkar og okkar verkum. Að sama skapi það að sjálfsögðu ykkar hlutverk, ykkar skylda
að veita forystunni á hverjum tíma stöðugt aðhald. Og ég segi það hér manna fyrstur, ég hefði viljað sjá enn meiri árangur og án vafa hefðu sum mál, einkum frá samstarfsflokkunum, betur setið eftir í skúfunni. Og ég skil að sumt veki gremju, jafnvel óþreyju meðal okkar sjálfstæðismanna. En eitt víst, að ef við sjálf sjáum ekki annað en það sem aflaga fer og höldum því ávallt hæst á lofti, þá mun fylgismönnum okkar fjölga hægt. Því enginn af okkar pólitísku andstæðingum líklegur til þess að ræða það sem vel hefur gengið. Kaupmáttinn, fjölgun starfa, meiri hagvöxt en aðrir hafa notið, fjölbreytni atvinnulífsins, nýsköpunarlandið Ísland, alla fjárfestinguna sem átt hefur sér stað og heldur áfram í útflutningsgeiranum, í lyfjageiranum, í laxeldi, í grænum iðnaði, í matvælaframleiðslu, í sjávarútvegi og í landbúnaði. Nýsköpunargeirinn hefur sprungið út í okkar ríkisstjórnartíð. Og í gær fengum við tölur að það mætti vænta 300 milljarða útflutningstekna í greininni í ár, margföldun á örfáum árum. Þessu fylgja fleiri tækifæri, spennandi störf, samkeppnishæfara samfélag. Það hvergi betra að vera nýsköpunarfyrirtæki en á Íslandi, segir stofnandi Kerecis. Ríkið hefur fengið 108 milljarða fyrir sölu á hlut í Íslandsbanka og við eigum enn og eftir og munum selja áfram. Nú þegar verð bankans á markaði mun lægra en það verð sem við fengum fyrir 2 árum síðan, þá fer nú lítið fyrir þeim sem sögðu verðið hafa verið augljóslega of lágt. Ég heyri bara ekkert í þeim lengur. Við höfum gert fleira, við höfum sett lög opinber fjármál, breytt allri umgjörð hagstjórnar og ríkisfjármála, opnað reikninga ríkisins. Við stofnuðum tekjusjóðuna til að auka gagnsæi hag fólks og við höfum greitt af miklum krafti inn á skuldir kynslóðana og leystum skuldavanda heimilanna. Með séreignarsparnaðarleiðinni sem á rætur sínar hér hjá trúnaðarmönnum Sjálfstæðisflokksins á landsfundi, þar sem heimilin fengu tækifæri til þess að ráðstafa séreignarsparnaði sínum skattfrjálst inn á húsnæðislánin, höfum við séð á annað 100 milljarða ganga til lækkunar á skuldum heimilanna. Við leystum skuldavanda heimilanna sem var hér vandamál fyrir áratug síðan. Skuldastaða heimilanna og eiginfjárstaða heimilanna hefur í lýðveldissögunni ekki áður verið sterkari. Þessu megum við halda til haga. Við höfum fellt niður tolla og vörugjöld, gert fríverslunarsamninga, nú síðast við Indland, fjölmennasta ríki veraldar, stærsta lýðræðisríki veraldar. Og við höfum fært ýmiss konar þjónustu ríkisins úr biðstofum og blaðafargoni yfir í stafrænar lausnir, þar sem hægt að afgreiða sig sjálfur með snjallforrit í símanum. Við höfum verið stöðugt að framfaramálin bunkast upp. Við þurfum að halda þessu til haga og koma þessu til vitnisburðar allra í samfélaginu stanslaust. Það gera það enginn fyrir okkur. Ég heyri af og til að skattar fari hækkandi. Það augljóslega rangt. Má ég minna hér á að það hefur allan minn tíma sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Það hefur engin annar flokkur en Sjálfstæðisflokkurinn talað mikilvægi þess að lækka skatta. Og fyrir kosningar, þegar ég hef verið í spjallþáttunum, beinum útsendingum, í þingjunni eða annars staðar, þá heyri ég jafnan alltaf sama tónin frá vinstri flokkunum að þetta sé óábyrg stefna. Það eru jú mörg útgjaldamálin sem þurfi að sinna áður en að menn lækka skattana. En okkar skattalækkanir hafa skilið eftir 300 milljarða hjá heimilum og fyrirtækjum, yfir 60 skattalækkanir á áratug. Og það hefur ekkert breyst á vinstri vængnum, ekki neitt. Samfylkingin boðar að helstu verkefni stjórnvalda á komandi árum felist í að stór auka útgjöld og til þess þurfa að hækka skatta. Þau vilja láta þetta hljóma vel og þau segja, já, það sem þetta snýst við ætlum að fjármagna aðgerðirnar. Og tyllidögum rætt vannýtta tekjustofna. Við skulum bara kalla þetta réttu nafni, skattahækkanir. Þetta gamla góða Samfylkingin, nýtt andlit, sama hugmyndafræði.
Þau boða sérstaka aukningu útgjalda 80 milljarða á ári varanlega. Og hér grundvallarspurningin sem þarf að spyrja kjósendur að. Þarf þessi nýju útgjöld Samfylkingarinnar? Þarf þessi útgjöld? Og þarf að hækka skatta? Eða getur verið að ríkið hafi nægar tekjur, en þurfi bara að fara betur með? Að hugsa þurfi verkefnin upp á nýtt, hætta sumu, eins og þegar Þórdís Kolbrún lagði niður Nýsköpunarmiðstöðina og fríaði þar 400 milljónir í einu máli. Getur verið að við getum betur nýtt tæknina, aukið afköstin, veitt betri þjónustu. Við sem erum hér samankomin hljótum að ætla að senda út þau skilaboð gegn þessum hugmyndum, að það sé einfaldlega sanngjörn krafa að samfélagið fái betri þjónustu fyrir þá skatta sem nú þegar renna til ríkis og sveitarfélaga. Þetta þurfum við að segja. Og Sjálfstæðisflokkurinn mun ávallt, eins og hingað til, leggja áherslu á að atvinnulífið þrífist og dafni, skapið þannig grundvöll fyrir velferð í landinu. Kraftmikið atvinnulíf forsenda öflugs velferðarkerfis. Kraftmikið atvinnulíf forsenda öflugs velferðarkerfis. Hafi einhver tímann efast þetta, þá hlýtur viðkomandi að hafa lært eitthvað í heimsfaraldrinum. Hvað gerðist? Það töpuðust 20.000 störf. 20.000 störf. Öll þessi störf voru í einkageiranum. Við það fór ríkissjóður strax í alvarlegan halla. Hvað þýðir það? Það þýðir við áttum ekki fyrir útgjöldum, við áttum ekki fyrir opinberu þjónustunni, fyrir velferðarkerfinu, og það vantaði mikið upp á. Þú færð ekki betra skólabókar dæmi mikilvægi einkaframtaksins í landinu en þetta. Þú fékkst það bara þarna í rauntíma. Engin teóría, bara það sem að raungerast í okkar hagkerfi. Þegar 20.000 störf hverfa, öll í einkageiranum, þá eigum við ekki fyrir því sem við erum að reyna að gera sameiginlega. Og þess vegna var okkar áhersla á að endurheimta störfin strax. Og það gekk upp, hraðar heldur en að við höfðum þorað að vona. Hraðar heldur en hjá öðrum þjóðum líka, það sjáum við á öllum samanburðartölum, og enn að berast í hús tölur það hversu mikill hagvöxturinn var 2022. Og núna í fyrradag fékk ég tölur það hvernig 2023 hefði litið út, og enn og aftur verið að færa tölunar upp á því. Nú hagvöxturinn metinn í fyrra í 5%, sem áður var rétt 4%. Við fengum viðspyrnuna sem við vorum að sækjast eftir. En lexían verður að vera þessi. Við verðum að halda þessu til haga. Þetta má ekki gleymast hversu miklu þetta skiptir. Og ekki gleyma því heldur að þetta fólk hefur líka síðu í horn einkarekstra. Það að segja fólksins í landinu sem ekki vinnur hjá ríkinu, fólksins sem þó á að fjármagna öll ósköpin. 6 sinnum hafa vinstristjórnir verið við völd á Íslandi frá stofnun lýðveldis, sem 6 sinnum of mikið. Slíkum stjórnum fylgir að gegndarlaust gengið á fólk og fyrirtæki, skattlagning, einokun og ríkisafskipti draga mátt úr hagkerfinu og þannig úr tækifærum fólks til að bjarga sér sjálft. Það ekki bara tekjurnar undir, heldur eignirnar líka, eins og við munum frá síðustu vinstristjórn, vonandi þeirra síðustu í Íslandssögunni. Góðir Sjálfstæðismenn, það nú tiltölulega stutt síðan við hittumst hér síðast eftir að ríkisstjórnarsamstarf undir forystu Sjálfstæðisflokksins varð að veruleika, og við það tilefni lofuðum við að setja 3 mál á oddinn: áframhaldandi lækkun verðbólgu, að sækja meiri græna orku og að tryggja íslenskt landamæri. Hvernig ganga þessi mál? Ríkisfjármálin. Staða ríkissjóðs ár eftir ár, nú í 3. sinn, 100 milljörðum betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Við erum á stað sem bjartsýnasta fólk þorði ekki að vona fyrir örfáum
misserum. Fyrir örfáum árum drógum við fram nokkuð sem þá hét bjartsýn sviðsmynd. Horft til baka virkar hún svartsýn því við erum á allt öðrum og miklu betri stað. Þetta er staðan þrátt fyrir risavaxnar aðgerðir í heimsfaraldri og tugmilljarða stuðning við samfélagið í Grindavík síðustu mánuði. En verðbólgan hefur verið þrálát og vextir eru allt of háir. En verðbólga fer lækkandi. Þar fengum við síðast góðar fréttir í fyrradag og aðhald okkar styður við þá þróun. Það eru flestir sammála, hvort sem það er Seðlabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða aðrir, sem þýðir við erum að ná árangri. Og þótt háir vextir, reyni mjög á þolrifin, er bara ein leið í stöðunni og hún er framvegin. Við megum aldrei gefast upp. Vinnan mun skila sér að lokum. Verðbólga mun komast í markmið og vextir lækka. Og verkefni okkar lýkur svo sem aldrei á hverjum einasta degi. Þarf að leita leiða til að halda aftur af umsvifum ríkisins. Það verkefni klárast aldrei. Við höfum í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sameinað margar stofnanir. Við höfum fækkað þeim, við höfum eflt þær. Dæmin eru fjölmörg. Ég skal alveg segja það hér eins og er. Ég hefði viljað ná enn lengra. Tillögur okkar færri dómstóla, einn sýslumann yfir landinu öllu, með sýslumenn í héraði. Þessar tillögur hefðu sparað, aukið hagræði. Þær fengu ekki nægan stuðning. Þá er verkefnið að afla slíkum hugmyndum áfram stuðnings, meiri stuðnings út í samfélaginu og efla flokkinn á þingi. Sameining stofnana og nefnda, að draga úr sóun og hugað hverju krónu er verkefni sem snýst miklu meira en bara verðbólgu á hverjum tíma. Þetta er spurning virðingu fyrir skattfé almennings, minna baklæri álögur fyrir fólkið í landinu. Við innleiddum fjármálareglur, afkomureglu og skuldareglu og nú þarf að fara yfir reynsluna af þessu. Við höfum boðað umræðu á þinginu útgjaldareglu. Útgjaldaregla myndi setja aukningu ríkisútgjalda skýrari mörk. Og líklega myndi útgjaldaregla draga úr sveiflum. Slík regla myndi auk þess tryggja markvissari umræðu forgangsröðun ríkisútgjalda. Það er nokkuð sem að rík þörf er á í þinginu. Við erum á réttri leið með verðbólguna. Við megum ekki gefast upp og missa þolinmæði vegna þess að það er þrautseigja sem skilar hér árangri. Orkumálin, talandi sameiningar. Við erum að sameina stofnanir á sviði orkumála. Við einfölduðum regluverk og leyfisveitingar í vor. Rammaáætlun var fyrir skömmu síðan samþykkt eftir 9 ára bið. Jarðhitaleit hefur aftur verið hrint á stað. Stækkun virkjana auðveldur og fyrir dyrum er gríðarlega mikil uppbygging hjá Landsneti og hjá Landsvirkjun framundan 4 stór verkefni sem samanlagt munu skila 350 megavöttum inn í kerfið okkar. Það er svona helmingur af því sem Kárahnjúkavirkjun skilar, sem er langstærsta virkjun landsins. Og frumvarp breytingar á tekjuskiptingu vegna orkumannvirkja sem gagnast mun sveitarfélögum. Eftir því er kallað síðast í morgun í Valhöll á fundi með sveitarstjórnarfólki og frumvarpið mun koma fram í vetur. Kæru vinir, það skiptir máli að vera í ríkisstjórn. Hælisleitendamálin, þriðja áherslumál okkar þegar við endurnýjuðum stjórnarsamstarfið. Við kláruðum stærstu breytingar á útlendingalögum í áraraðir í vor. Við treystum landamærin, drógum úr hvötum til að sækja hæli og afnámum séríslenskar reglur. Það var löngu kominn tími til. Ráðherrar okkar hafa hver á eftir öðrum, ár eftir ár, lagt fyrir þingið tillögur í þessum efnum. Og þá hefur það jafnan gerst að þingið er tekið í gíslingu, það er efnt til málþófs og samstaðan barin niður í stjórnarliðinu. En hvað gerum við sjálfstæðismenn þegar við mætum slíku mótlæti? Við höldum áfram. Við leggjum tillögurnar aftur fram og aftur og aftur og sækjum málin þar til þau klárast. Við berjumst fyrir því sem við vitum að er rétt. Þetta gerðum við með árangri í vor.
Samfylkingin skilaði auðu. Greiddi ekki atkvæði í málinu. Formaður flokksins tók ekki til máls í þessu risastóra hagsmunamáli. Tók ekki til máls. Sást ekki. Sem rifjar það upp, hún fór á tónleika með Taylor Swift til útlanda árið. Hún eflaust heyrt þar lagið Invisible. En hún komin heim, ég sá að hún og Logi voru í fangelsi daginn og voru eitthvað að kynna sér stöðuna. Hvað sem því líður, aðalatriði þetta, við náðum árangri fyrir þjóðina í þessu stóra máli. Og hvað að gerast? Hælisumsóknir eru meira en helmingi færri en á sama tími í fyrra. Fjöldi brottfluttra hefur sexfaldast með árið 2022. Frávísanir á landamærunum hafa nífaldast á örfáum árum. Það var eitt mitt fyrsta verk sem forsætisráðherra. Það var að fara með Guðrúnu Hafsteinsdóttur til Keflavíkur, tala við landamæraverðina og lögregluna og kynnast því sem þau eru þar að gera. Hvernig þau eru að berjast í málum og reyna að ná betri árangri. Það hefur gengið vel. Þau hafa hróskilið fyrir þá vinnu sem þau hafa lagt í að stöðva fólk sem er á leiðinni hingað til lands, til dæmis eingöngu til þess að fremja glæpi. Og við erum enn að. Næst er að finna leiðir til að draga úr þeim gríðarlega kostnaði sem við höfum í hælisumsóknarferlinu. Hann er algjörlega óásættanlegur. Dómsmálaráðherra og háskóla-iðnaðar- og nýsköpunarráðherra eru í samstarfi núna við að þróa leiðir til að við getum nýtt tæknina til að ná meiri árangri. Ein manneskja getur aðeins afgreitt örfáar umsóknir á mánuði. En ef við getum nýtt gervigreind til þess að vinsa út það sem mestu skiptir, þá getum við hraðað þessu ferli gríðarlega og þau eru komin langt með það. Og ég er mjög spenntur fyrir því að sjá hvert það leiðir okkur. Vegna þess að þetta ferli, sem er bara ferlið að taka við umsóknum og komast að niðurstöðu og fólk þarf að bíða meðan, það kostar okkur milljarð á mánuði. Á mánuði. 2,5 milljarð bara öryggisgæslan með því fólki sem er að bíða eftir svari frá stjórnsýslunni. Þetta getur ekki verið svona. Þetta er forgangsmál hjá mér að laga þetta. Og við höfum breytt lögreglulögunum til að takast á við öryggisógnir og skipulagða glæpastarfsemi. Breyttum lögreglulögunum í vor. Það er annað dæmi mál sem við vorum ítrekað að berjast fyrir á þinginu. Algjört grundvallarmál. Ekki síst þegar við sjáum öldu ofbeldis ganga yfir samfélagið. Í því samhengi verðum við að styrkja stöðu lögreglunar en frekar. Í aðgerðum sem við kynntum í sumar er meðal annars lögð áhersla á að auka sýnileika lögreglunar og við munum hraða því máli. Það á enginn að ganga í okkar samfélagi vopnaðan hnífi. Það getur ekki verið þannig. Góðir sjálfstæðismenn, hér er ég að fara yfir það með ykkur að okkar átak í hælisleitendamálum er að skila árangri. Og höldum því til haga að okkar átak snýst ekki og á engan hátt útlendingaandúð. Það hefur verið okkur mikil gæfa að hingað vilji koma öflugt fólk, leggja sitt að mörkum, vinna og auka samfélagið og við höfum meira að segja skapað skattalega hvata fyrir sérfræðinga til að koma hingað og styrkja okkur. Og innflytjendur hafa borið uppi margar grundvallar atvinnugreinar okkar og við ætlum sannarlega að bjóða þá velkomna áfram og að hjálpa okkur við að drífa hagvöxtinn. En aftur á móti þá ætlum við ekki að gera Ísland að einhverju fyrirheitna landi hælisleitenda. Það kemur ekki til greina. Það er alger forsenda þess að vera að fullu sjálfstæð þjóð að við höfum stjórn á landamærunum okkar. Alla Evrópu eru ríkisstjórnir að bregðast við breyttum veruleika og við erum engin undantekning. Engan barnaskap hér. Sömu lögmál, sömu verkefni, sömu hættur. Við verðum að halda vök okkar. Og eins og ég hef sagt þér áður í þessum sal, þeir sem hafa fengið leyfi til þess að dvelja hér á Íslandi en ætla sér að hunsa reglur samfélagsins, þeir þurfa einfaldlega að fara.
Við þurfum ávallt að gæta því sem okkur dýrmætast, íslenskri tungu, íslenskum menningararfi, íslenskum gildum, og má ég minna á að þau eru byggð á kristinni trú, íslenskum hefðum, íslenskum venjum og siðum, öllu því sem íslenskt Þetta fjöregg okkar. Og á öllu þessu byggjum við sjálfstæði okkar og fullveldi, og án þessa þá erum við ekki þjóð. Upp á allt þetta ætlum við að passa. Góðir sjálfstæðismenn, það hefur verið okkur mikill styrkur að vera ung þjóð, vel menntuð þjóð, með sterkasta lífeyriskerfi á byggðu bóli, og forsenda þess að við höldum áfram að vaxa og þjóðlíf hér dafni að ungt fólk vilji búa hér, stofna fjölskyldu, sækja góða menntun, freista gæfunnar. Við getum ekki staðið vígreif og sagt ungu fólki sem greiðir 11% vexti af húsnæðisláninu sínu að það sé allt í blóma, en við getum sagt það birtir til og vextir muni lækka, vitið til. Það engar töfralausnir í boði. Það eina sem virkar að styðja áfram við hjöðnun verðbólgu, auka framboð húsnæðis og að allir spili með. Við vitum sem að viðvarandi lóðaskortur hefur haldið uppi húsnæðisverði og verðbólgu. Verðbólgan án húsnæðisliðarins einungis 3,6%. Eldsumbrot við Grindavík hafa ekki gert verkefni auðveldara og sveitarfélögin geta gert miklu betur. Samfylkingin leikur þar tveimur skjöldum. Á þingi heldur formaðurinn ræður áhyggjur af verðbólgustiginu, en í borginni beitir Samfylkingin neitunarvaldi til að koma í veg fyrir að tilbúið land verði skipulagt. Hvernig þetta hægt? Hvernig þetta hægt? Nýlega ákváðum við að hækka hámarksgreiðslur fæðingarorlofs myndarlega í nokkrum skrefum. En slíkir hvatar duga skammt ef fólk kemst síðan ekki út á vinnumarkað eftir barneignir. Og staðan hér í Reykjavík óásættanleg. Líkt og Hildur Björnsdóttir, oddviti okkar, benti nýlega á, hefur börnum á leikskólaaldri, takið eftir, fækkað 10% frá 2014 í Reykjavík. Hefur fækkað börnunum, 10% frá 2014. Nú, hvers vegna fá þá ekki allir pláss? Jú, vegna þess að á sama tíma hefur leik- og dagvistunarplássum fækkað 940. Þau fækkuðu leikskólaplássum 500 með einu pennastriki. Þau bjuggu til vandamálið. Rétt nefni á svona meirihluta væri biðlistinn. En borgin ekki til svara þetta mál. Ekki einu sinni reiknitölva leikskólamála til svara, því hún í sumarfríi til 1. desember. Líklega að taka út eldgamalt uppsafnað orlof. Kæru félagar, hér á höfuðborgarsvæðinu eigum við að þora að taka stór skref til að skapa betri byggð til næstu áratuga. Samgöngusáttmálinn ekki síst mál unga fólksins, fólki sem mun taka við samfélaginu eftir okkar dag og vill nútímalegar og fjölbreyttar samgöngubætur á þessu stærsta og fjölmennasta íbúasvæði landsins. Fyrir alla snýst þetta einfaldlega það að komast leiðar sinnar á höfuðborgarsvæði, þar sem hlutirnir virka og eru byggðir með hagkvæmum hætti. Unga fólkið vil ég loks segja að ég hef vaxandi áhyggjur af þeirri þróun sem að teiknast upp í skólakerfinu, og við ættum öll að hafa áhyggjur af því, en ríkisstjórnin með málið á dagskrá og ráðherrann að koma með tillögur inn í þingið sem ætla að taka á þessu máli. Þetta stórmál sem allt samfélagið verður að taka þátt í. En það eru fleiri sem eru að bregðast við en hið opinbera. Til dæmis hafa frumkvöðlar ákveðið að taka hluta málsins í sínar hendur, nýta einkaframtaki til að berjast við hrapandi lestrargetu barnanna okkar, frekar en að bíða eftir nýjum ríkislausnum. Og frá þessu mun megamaðurinn Tryggvi Hjaltason segja okkur meira á eftir. Við vitum öll að við verðum að gera hér betur. Ég spenntur fyrir að sjá hvað Tryggvi hefur að segja. Kæru vinir,
Það eru meira en 20 ár síðan ég tók fyrst sæti á Alþingi. 33 ára gamall. Og frá þeim tíma hef ég myndað 4 ríkisstjórnir og lagt nótt við dag að byggja upp betra Ísland. Á þessum tíma hef ég líka eignast 2 börn. Ég er bráðum að eignast annað barnabarni líka og margt fleira. Ég eignaðist gróðurhús. Svo eignaðist fjölskyldan hund skömmu eftir ég var formaður. Hann entist með mér 1, 2, 3 kjörtímabil og næstum 1 og svo er hann farinn. Þetta virðist vera talsverður tími, það verður að segjast eins og er. Og ég heyri vangaveltur mína framtíð, hvort ég hyggist taka þátt í mínu 8. kjörtímabili eða láta staðarnumið þegar þessu lýkur. Ég veit að þið virðið það við mig að ég vilji á þessum tímapunkti beita allri mínu orku í þau stóru verkefni sem nú blasa við. Við vitum öll að landsfundur verður eftir hálft ár, þar sem flokksmenn veita forystunni umboð til að ná árangri í kosningunum. Og þegar nær dregur landsfundi þá þarf ég að taka ákvörðun um framtíðina með mínu fólki og með hliðsjón af því sem ég tel vera best fyrir flokkinn okkar. Og ég skynja að margir vilja heyra mín áform í tíma og ég mun verða við því. Ég mun gefa það upp í góðan tíma. En hvernig sem allt fer, þá er ég í þessu til þess að klára þau verkefni sem mér hafa verið falin og leiða þessa ríkisstjórn allt til enda. Vegna þess að ég fæ ánægju af því, ég finn til ábyrgðartilfinningar, ég veit að við getum haldið áfram að sækja mörk fyrir samfélagið allt, skora mörk. Og þetta er ég algjörlega sannfærður þótt á móti blási. Og mér þykir reyndar vænt það þegar vinir mínir í pólitíkinni segja mig þrífast einna best í mótbyr. Og á þessum nótum ætla ég að ljúka máli mínu með vísan í orð okkar farsæla leiðtoga Davíðs Oddssonar frá 2011 þegar þá var sagt flokkurinn er með vindinn í fangið. Þá sagði Davíð, það má vera. Það má vera, en hvað með það? Þetta er pólitískur vindur sem á okkur beljar. Pólitískur vindur lítur ekki í lögmálum veðurstofunnar. Öflugur flokkur sem ekki hefur svipt sjálfan sig sjálfstraustinu getur annað tveggja, siglt vindinn eða breytt vindáttinni sér í hag. Það er kominn tími til að við látum vinda sjálfstæðisstefnuna leika allt samfélagið.